Gjörðu svo vel, Eyþór. Komið þið sæl. Gaman að sjá okkur. Gaman að vera með öllu þessu óþekka fólki sem tók ekki tilmáli Veðurstofunnar sem eru heima í dag. En það gaman að vera hérna. Fyrir árið síðan sat ég út í sal með Bjarna vini mínum og hlustaði hérna á fyrirlestra og ég vil bara segja að eftir það fyrirlestur það hefði bara ekki verið sami maður. Þá var fjallað landrof í Skagafirði og farið yfir hvað búið að gerast með þetta og ég var bara fyrir smá sjokki þarna á þessum tíma, bara fyrir árið síðan og hefur verið að leggja mig fram við það síðan að vinna svolítið í þessu rofi og ætla að fara í gegnum nokkra myndir með ykkur, ég með 100 myndir þannig höfum við gjörglega tvöfaldan tíma segðu bara jú, enga spurningar nei, það er engin texti eins og þau ekkert að lesa ég veit að þeir eru á Facebook-kynslum og lesið ekki neitt, horfum bara myndirnar þannig ég ætla bara að renna hrætt í gegnum þetta og segja ykkur aðeins frá þessu En þetta er mynd frá Ingjaldssandi, hún er svolítið tákgræn fyrir stöðu útvegsminja á Íslandi og strandminja því að bara í stuttum alveg sagt þá er þetta ástand bara alveg skelfilegt það er bara ekki hægt að kalla neinu öðru nafni og þetta er verra heldur en við bjóst við og eftir sjokkfyrirlesturinn í fyrra frá Bryndísi þá er ég bara ennþá bara hálfpartinn í sjokki bara hvað að gera með þetta en ég ætla að fara í gegnum nokkur atriði með ykkur segja ykkur frá nokkrum stöðum ég heimsótti alla þessa staði á svona 30-40 öðrum og hérna eru svona helstu, svona verstu niðurstöðunar af því svæði sem ég ætla að kíkja. Ég ætla að byrja hérna á Snæfellsnesinu, taka síðan Vestfirðina og aðeins á hérna Skaga og síðan í Hraunakrók og enda á Siglingnesi. En Skagafjörðurinn var vindtekinn í fyrra en það er gríðarlegt landbrot í gangi. En byrjum aðeins á Gufuskálum, afskaplega fallegu staður og hérna Lilja er þetta í salnum hérna auðvitað. Þannig þú fyrir ekkert að leiða þetta með Lilja, það fyrir með fleipur hérna. Ég á til að segja svolítið mikið. En hérna eru Gufuskálar og þið sjáu á grænum blettunum, það eru einhverja fornleifar undir. En þarna eru 2 staðir í fjörunni sem eru afskaplega áhugaverðir og það verður rannsaka. Hérna er einn af þessum stöðum sem eru og þarna hafa byrjað að rannsaka vegna þess að þar var mikið landbrot og hér má sjá að fjarinn er eiginlega alveg komin upp í þarna rústina eða svæði sem þeir rannsaka og þetta skemmdist allt saman meira eða minna síðasta sumar og svo er annar hóll þarna rétt hjá Drottningarhóll sem er í slæmum málum. Þetta er eiginlega fyrsta alvöru rannsókn sem hefur verið gerð á útveri á Íslandi, eða svona sjávarútvegsveri. Svo ótrúlegt sem að má virðast á sjávarútvegsþjóðinni Ísland, þá erum við ekki búin að rannsaka neitt af þessum útvegsminjum okkur Íslendinga. Og þær eru bara að hverfa í sjó, meira eða minna. Og allar stóru verstöðnir eru bara í mikil hættu. Þetta er fleira frá Gufuskálum og Lilja er búin að grafa þetta allt upp á svona friðu fólki tala ég á hratt. Látið mig vita yfir æstur hérna. Það er til að æsa svolítið yfir þessu. En þetta er alveg gríðarlega spennandi og ef það er rétt með Lilja, þá eru hérna 3 byggingarlög sem hafa verið grafinu upp, en það er tölvöld mikið af jarðlögum þarna og það er gaman að koma þarna. Þarna var reynt að verja þetta og þarna skella á brimskaflarnir alveg svakalega háir, líklega 12 metra háir. Er þið vita hvað háir? Lilja? Já, 12 metrar ef þetta er svipað og fyrir vestan þá eru 12 metrar brimskaflar sem skella þarna á. Þarna er fjarskaði Drottningarhóllinn, alveg stútfullur af minjum og er allur að eyðileggjast. Það er búið að grafa þess að tók þetta niður og þessar rannsóknir er bara lokið, ekki Lilja? Á þessum stað. Og þarna nú býður ekkert annað en að vona það besta eftir þetta stórveður sem er að ganga núna yfir landið og vona eitthvað af þeim minjum sem er í Drottningarhóli muni lifað af. Ég talaði við Vegagerðina í það síðustu viku og þeir sögðu við mig, Eyþór, það er ekkert mál að bjarga þessum Drottningarhól. Ekkert mál að bjarga þessu. Við þurfum bara frá beiðnum þetta, að láta vaða í þetta. Það er ekkert flókið við þetta, það er ekkert stórt við þetta, það er ekkert svona sem þarf að leggjast mikið yfir. Við höfum gert þetta áður, við getum reddað þessu bara. Látið þið bara koma beiðnum það. Og ef það er forgangs á einhverju varandi svona vegagerð og plön og fleira, þá bara gerum við það. Þannig það er mikill vilji Vegagerðinni sem ber ábyrgð á því að framkvæma allar verndun á þessu sviði hérna. Það þarf bara að fá það að borðinu og hefja leikinn. Sjáu þetta hérna? Hvað sjáu þið fyrir ykkur hérna? Þetta er hóll fullur af stút fullur af minjum og líklega hvergi á Íslandi er hægt að finna eins mikið safn á eins eins litlum stað hérna og hérna á Gufuskálunum. Sjáu þetta? Þið sjáu leifar hérna algjörlega upp og nú tekið líklega 15-20 metra fjallað og þið sjáu með þess að beinin hann, sjáu þetta? Og þetta eru fiskbein, ekki stærstu beinin í landinu hérna sem liggja hérna bara í fjörunni. Þetta er minjastaður galopum fyrir veður og vindum. Þarna blæspurt ykkur einasta stórviðri. Þarna ganga brimskaflarnir yfir. Og síðustu árum sjáum við þetta.
Þetta allt þaki minnum þetta þaki beina lög og þarna hafa komið okkar helstu upplýsingar hvernig var lífið verbúðum hérna á síðustu árum eða bara frá upphafi aldar hérna, byggðar landinu. Og þarna svo mikið af beinum að fornleifafræðingar ræddum hérna við sumar, allsstaðar á heiminum, aldrei á sinni lífsleið sem fornleifafræðingar og þeir eru að fara víða, aldrei hafa séð annað eins magna af beinum sem ættir að skoða og rannsaka og gufuskálum. Hérna sjáum við hérna bara minjastaðinn, hérna fjara gengin algjörlega upp, allur jarðvegur meira farin út úr þessum grjóti framansjáðið og þarna þetta bara berskjaldað. En látum staðan á gufuskálum, þeir halda áfram að skemmast. Brunnaverstu í Látravík, byrjum hérna syðst á Vestfjörðunum, það eitt af þessum björtu vonardæmum sem við getum horft á. Það búið að vinna aðeins í hlutunum og þarna eru uppistandandi verbúðir, líta vel út, þetta búið að merkja líka. Þarna getur maður gengið og séð svolítið söguna. Það sem vantar svolítið í fornleifarannsóknum á Íslandi það að þegar menn skilja við staðinn, þá sé hægt að koma þarna og sjá svolítið hvað var að gera. Allt of mikið menn þurfa að leita á netinu eða fara ná ykkur skýrslur til að sé hvað var þarna og hvað var gert þarna. Nú tala ég ekki sem fornleifafræðingur bara sem áhugaður þetta hérna. En þetta búið að merkja þetta og þarna getur maður séð hvað starfsemi var í gangi, virkilega flott búðirnar eru teiknar upp á skiltum, þarna hvalbein, sjálegt og torfið og grjótið og hleðslurnar með þessar stærðirnar á þessu. Ekkert flókið við þetta, ekkert stórt við þetta, ekkert dýrt við þetta og talandi landið og ferðamannastrauminn sem á að koma hérna, sem milljónum sem ættir að koma, við þurfum að byggja meira heldur klósett. Sammála. Þá þarf að merkja þessa staði, að þarf að gera þetta hérna almennilegt, svo sómum við af. Því þetta okkar stærstu verðmæti sem þjóðar, ekki olíun og Drekasvæðinu. Ekki sammála? Segið bara jú hérna. Þetta bara pakkin, það þarf að merkja þetta allt saman upp og hérna sá varnargarður sem að mest horft til í dag, hvað á að gera við þessu staði. Það er auðvitað hægt að færa þetta, hægt að rannsaka þetta og skemma þetta í leiðinni, en bestur auðvitað að verja þetta. Hérna óskup venjulegur varnargarður, ekkert flókin, kostaði 10 milljónir tótal að gera. Það náma ekkert sérstaklega langt í burtu, þið náðu grjótið, settu þetta í fjöruna, sjá að þetta er varnargarður. Fellur afskaplega vel inn í umhverfið og næra að brjóta þarna ölduna og stoppa mesta brimið. En það hins vegar hluti af þessu öllu saman sem ekki alveg fyrir aftan varnargarðinn, en þarna má vinna í og gera betur, en þarna, þetta lítur bara svakalega vel út. Förum aðeins í Breiðavíkina. Afskaplega fallegt svæði. Guðmundur Ólafsson tók þessa mynd 1994. Sjáu hvað þetta er fallegt. Þetta er rómantísk eitthvað með þeim. Þarna var ver og þarna var langt fram eftir síðustu öld voru hús uppi og þarna voru þarna, ég veit ekki hvort það var búið þarna, Guðmundur, var búið þarna eftir hann. Þetta var bara ver þarna. Og hérna sjáu svæðið fyrir fram að steyptubygginguna. Þarna fullt á torfi og allt í góðu einhvern veginn. 1994. Þetta ekkert sérstaklega langt síðan og svo skoðum maður nýri myndir og hérna mynd fengið frá Birnu Lárusdóttur og hérna fornleg uppgröftur sjáu þið. Hérna var byrjað að semja aftur aðeins þegar það var gert hérna þegar Guðmundur Ólafsson var á svæðinu. Þessi lína hérna það sem í dag, núna 2015. Þetta ekkert svakalega mörg ár. Og þetta bara meira minna horfið öll þessi bygging. Og það meira gest þarna, hérna sjáum við þetta, svona var þetta í sumar og það var alltaf hægt að sjá hvað þetta var því þetta allt sama meira minna komið ofan í fjöruna. Sjáum við gróðurspottar sem var sér betur gróð á fyrir framan húsið. Þetta allt meira minna horfið, þetta einstaka svona grassprettu toppar sem þarna fyrir framan. Þetta allt komið meira inn í fjöruna og það hefur verið þarna bara stórviðri. Það hefur komið stórviðri yfir þetta svæðið þarna og torfan sem við horfið þarna á hvolfi, hún líklega hálft tonn, 500 kíló. Hún liggur hérna 10 metrar upp í landi, bara í öll í sínum veldi og líklega svona þykk. Og þegar rýnt í hana, hún full af beinum, hún full af fornleifum. Bara eina af þessum torfum, það kastast upp á þessu svæðina. Sjáum við, svona lítur þetta út hérna í fjörunni, minnendurinn allar meira minna komna niður í fjöruna. Þetta heilugur minjastaður, svakalega fallegur. Og það lítið mál að gera þetta virkilega fallegur svona ferðamannastað. Sjáum þetta svæði, 1994, romantískt, ferið þögnina, hljóðið í tjaldinum. Labbandi í fjörunni, þögninni. Aðeins annar stað. Horfið hans á torfið þarna. Þetta ekki eins og þetta sorfið einhvern veginn á vindi. Þetta bara klift niður, liggur við svona mikið. Og klippast á torfinu. Þarna hefur komið ofsaveður yfir sem skýrir þessar stóru torfur sem liggja þarna bara langt inni. Og sjáum við niður í fjöruna, fullt af torfur sem þarna lausar sem hafa rifnað frá. Lítið mál að bjarga þessum stað. Hérna þarf að fara stóru jarðidónu í fjöruna og stafla upp eða ryðja upp grjóti sem næra að stoppa þetta. Ekkert flókið við þetta. Hérna verbúð sem það 1994 með þaki, mynd frá Guðmundur Ólafsson aftur. Hérna sama verbúð hinum megin frá og sést að hún öll að hrynja meira en minna.
Og öll þessi lengja hérna sem hérna bara að mér, hún full af minjum, það full af hleðslum hérna sem miklu eldri þetta sem upp á hérna og bein út allt. Þetta aðeins nær og þið sjá bara, hérna sést ekki nægilega myndunum, að það eru allt þak í beinum hérna í Rófsárunum. Kíkjum aðeins í Kollvíkina og Láganúp, spennandi staður, bara ævintýri heimur og þið sem hafi ekki séð besta hlutan á Íslandi og eftir að fara Vestfirðina, þá mæli ég með Láganúpi og Kollsvíkinni. Þetta svona staður sem á að vera fullur af svona litlum svona húsum, þannig að koma moldríki þjóðir og hérna upplifa frelsið og stunda jóga. Því þetta svo fallegt þarna, hvítur sandur fíkjurum, svona minjarnar, standa heilar uppi. Þarna var útra alveg til 1940 álíka, það var sterkur siður hérna í Kollsvíkinni að koma á þetta svæði og bara vera þarna í verinu. Þetta helst eitthvað svona félagslega þáttöku. Hérna sjáum við yfirsýn yfir þetta. Þetta eru 2 svæði, Kollsvíkin og Láganúpur og Kollsvíkin nýrra. Það var hérna verið flutt úr Láganúpi, hérna sjáum við þetta. Þetta fallegt þarna, svo blakkurinn í bakgrunn, hvítur sandurinn færist til og frá. Það engin þarna íslenska sauðkindin að stuðla því að þessi rófur þarna haldist við og éta þetta litla gras sem þarna að festa sandinn. Þarna þarf landgræðslan að koma inn og bara græða þetta upp. Ekkert flókið við þetta. Það er þetta dráttarvél á þetta, sá þetta upp og annars hefur gert á Íslandi. Var þetta að redda þessum sandblástur þarna á einu sumri. Sjáum við þetta. Og hérna erum við komin yfir í Kollsvíkina og Láganúpin. Hérna sjáum við í fjöruna Rófabörðin. Og hérna erum við komin á þetta dramatiska staðan á Kollsvíkinni í Láganúpi sem hinum með við. Og þarna var á þessu svæði var aðalútgerðin framan á öldum. Ég veit ekki hvað bein hafa, hvað eru bein Ragnar, elstu beinin þarna? Þessi ég grófum ekkert endur, bara 19. öld. Elstu að skræðina voru á 17. Frá Láganúpi? Já. Já, það er allavega heimildur þessi miklu fyrir þarna, því að það fært yfir úr Láganúpi yfir í Kollsvíkina. En þarna sér bara að torfarnir að rifna svolítið í burtu. Þetta allt meira minna að klofna frá. Og alla torfarnir sem liggja þarna meira minna hvolfið, sjáu þetta allt fullt af fiskbeinum og fornminjum. Og þarna erum við síðasta sumar. Þarna sjáum við minni yfir Vestfjarða Einar, ekki alveg sáttur sjá á honum. Hann að taka þarna landið til menna og hann reyna að afsaka sig, sagðist ekki að gert neitt, en annað má sjá á Einari. Hérna sjáum við líka í sumifjörunni, þetta allt meira minna að fara í burtu og þarna skella samkvæmt mælingum 12 metra háir skaflar, brimskaflar á þetta svæði og að rífa þetta svo í sundur. Það eiginlega svona hrikalegt að labba þarna, þetta allt meira minna klofið og rofið og tæta sundur. Þetta bert, þetta að fjúka allt saman í burtu. Stapavíkur, þarna var forfæði minni einu sinni í verinu. Það lætur ekki mikið í þessu þarna í kverkinni, sjáu þið. Þarna það rifnaðis úr þessu og ef maður fer aðeins nær þá sér maður þarna tekið hinn með frá. Það er búið hlað upp þarna sumars og tóftum og þetta einn sem lítur nokkuð vel út, pínlítið hús þarna, ég veit ekki hvað þetta hefur verið. En þið sjáu þarna í burtu aðeins að búið rifnaðis úr þessu og svo þegar maður gengur þarna fjörun og horfur upp barðið og horfum maður upp á þessa fallegu verbúð. Ef maður segist hinn með frá, maður sést þetta svakalega fallegt, þetta vel hlaðið og nýlegt og lítur vel út, en hún hálf komin út. Og þarna í barðinu niður af fjörunni liggja allskins hlutir þarna og minjar sem eru bara að einhvern náttúrulega bara að leka í burtu. Þetta bara alltaf á beinustu leið þarna í hafið. Kíkjum á Fjallaskaga. Þetta alveg svakalega fallegur staður. Þetta var aðal verbúðarsvæði Dýrfirðinga. Þaðan komið úr öllum Dýrafirði þegar mest var. Þarna voru 29 bátar og yfir 200 manns þegar mest var róið. Þarna voru Spánverjavín 1615, sögulegu staður. Og hérna í viti líka eins og sjáið. En hérna loftmynd tekin dróna síðasta sumar og hérna slysarnaskáli sem hérna við ána sjáið. Þarna sem svona smá mæleining, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta. En fólk þetta hérna á þessu svæði alveg hérna út og líka hérna. Og það var búið þessu hérna, síðustu vorum við róið hérna 1929 held ég og þá lagðist þessi staður af. Þetta vélbáta öldin komin hérna fullu. En hérna sjáum við þetta eins á hliðinni og ef við horfum aðeins á þetta, þannig að það voru lítið eftir hérna, í símum Guðnsról sem Ómar Ragnarsson tók hérna 1980 og það er maður að sjá hérna, sjáum við svæðið fram hérna, það er engin gróður, valla nokkuð gróður eftir hérna. Eitt dag cirka er svona vegalengdir sem maður nær hérna út af fjörunni. Hérna eru síðust stofnunar og það er ekki eftir og tæfi eftir því að það er barð hérna sem eiginlega fjara. Og þetta allt saman komið meira fjöruna. Þetta er eina mynd af þessum fallega stað. Og hérna sjáum við myndina sem Ómar Ragnarsson tók 1980 fyrir bók Lúðvíks Kristjánssonar
Og hérna sjáum við tóksunar, og hérna sjáum við þakki hérna, að leggja þetta einu sinni tvisvar hálfsinnum, hérna fram á fjörunni. Hérna sjáum við að það er búðir, og hérna sjáum við búðir líka sjáum við. Þetta er garður og garður áfram. Hérna er fullt af öðrum tóktum. Og svo hérna, samanburðinu við árið í ár, sjáum við. Hérna, allt þetta hérna er farið. Þetta er farið. Og vegarlendi hérna sjáum við, það má taka þessum tókt hérna og tvöfaldan fyrir framan. Skoðum aftur hérna. Þetta er sama tóktinn og það kemst valla fram að línunni hérna, það kemst valla þessi veggur hérna niður á fjörunni. Þetta sé 1980. Þessar búður og þessi minjastaður á engin 30 ára eftir. Þetta fer allt á okkar vakt. Þetta hérna. Þetta er síðasti veggur sem eftir er á fjallaskaga hérna af og búðunum sem eru yst. Og sjá hérna að það er ekki, þetta er alveg komið að flaggum. Það er engin fyrirstað hérna, það er algjörlega flatt, það er allt fullt af að fara verið vinna og það fjörusteinar komin inn í rústirnar og þetta er bara beinustu leiðir í hérna vitlaus átt. Kíkjum aðeins á Ingjaldssand, við byrjum aðeins þar, þar er eitt stórslys að gerast, þar var búið frá fyrstu tíð sem vittar á Íslandi, en það liggur þetta alveg að sjó, þetta er náttúrulega beint á móti verstu áttinni hérna, sjáu þetta, þetta er bara alveg skelfilegt að koma þarna á þennan stað. Þetta er alltaf rífið hægri sundur af briminu og stór hluti farin þá þegar og það er spurning hvort það eigi nokkuð að vera að grufla í þessu eða skoða þetta, hvort það sé ekki búið að eyðileggjast allt saman nú þegar. Þannig að sjáum bara þarna á 1-2 metra dýpi sjáum við hleðslur og allskyns hluti, járnstykki og meira minna. Þetta er allt bara á beinustu leið í hafið þarna. Þetta er ríkald. Hérna sjáum við neðri hlutina á útihúsi sem var þarna og við erum komið tölvöld niður í jörðinni og hérna er járnstykki. Djúftnir, þetta er allt saman meira að vinna, það er ekki gott. Og hérna stendur fyrir framan 2 verbúðir sem eru hérna á Ingjaldssandi, því það var líka búið þarna bara í útihúsunum, en þarna var töluð útgerð og mikið skipsskað, og þetta fóru 4 bátar hérna fyrir lok síðustu aldar, og þarna eignaði kom tilbaka, dó allir karlmenn að vera að vinna. Hérna stendur, hérna er þakið, þetta er gólfið í búðinni, þetta er gólfið í verbúðinni sem er hérna á Ingjaldssandi. Hvað er það lifið lengi? Hvað er þið? 5 ár? 10 ár? Þetta verður allt farið eftir nokkur ár. Bara eftir nokkur ár. Það er ekkert sem heldur í þetta. Fjaran gengur algjörlega upp á þessu. Það er ekkert sem skýlir. Torfan lekur þetta niður. Þessi torfa hérna er eina sem torfa sem að reyna afvíklega síðasta vetur eða það síðasta vetur og það liggur bara þarna hvolfi í fjörunni. Sjáu þetta hérna. Torfið bara rifnað frá. Minjarnir eru algjörlega galopnar. Kálveri undanferði og þarna má sjóðu ofanfrá svakalega falleg mynd tekið af Jón Svanberg í Sleisvarnarfélaginu þetta fjólin hérna, þetta er ekki fjóla þetta gras hérna allavega fjólublátt sjá þess að minja þess að yrstur líta ágætlega út og sjá tekningunni Ragnar án þetta lit svolítið betur úr tekningunni en þegar skoður þetta sem var tekið hérna síðasta sumar fóruð tilbaka sjáu þið, hérna eru komin í fjöruna og hérna sést að það er eiginlega ekkert eftir að þessu hérna þessar minna sem eru innskjönda sjáu við, það eru komin að algjörlega í fjöruna og eru meira minna brotnar. Þessar eru ennþá eftir svo cirka metri upp í fjörunni, en annað er meira minna bara komið hérna bara ofan í fjöruna. Sjáu þetta. Þetta er bara, þessi verkstöð er bara komin 70% til ofan í fjöruna. Hérna sjáum við eina hleðsluna bara algjörlega út í fjörubarðinu. Þessi betur ekki mikið brimarna, en það er sjávarof hérna töluvert. Kíkjum að þessi Keravíkina og Súgandaferðinum, það eru 2 verkstöðar, önnur sem eru upp á heitir Stöðin og önnur sem heitir Keravík sem er hérna sést hérna. Þetta er allt kaflóð hérna græs sem hérna heitir stór og svo líka allt hérna í fjörunni hérna fyrir vestan. Og það er ekkert mikið eftir. Það eru skemmtilega að sjá svona réttu sjónarhorni í birtunni, en sjáu þetta allt meira minna að koma hún í fjöruna. Það er engin fyrirstað lengur í þessu. Þetta er allt saman bara á svipar leið með þessa verstu, þetta er allt meira minna að hverfa. Kíkjum að sé yfir á Norðurlandið, er ekki góðum tíma þá? Segir það þessar 100 myndir. Hérna er komin á Mánavíkina, það hefur enginn farið í Mánavíkina það. Er ykkur komið þarna? Já, þú þekkir þetta svæði náttúrulega svona handabækið það, þau eru glæð. En hérna er komin í Mánavíkina á Skaga, við löpum hérna út allt og skoðum þessi svæði og það er alveg gríðarlega mikið rof hérna og bara fullt af þessum stöðum hérna fyrir norðan eru bara farin, og svo illa farin, bara með ónýtt. En þarna á Mánavík var gott myndefni og mikið að skoða af hlutum
og þarna allt fullt af hvalbeinum af einhverjum ástæðum, bara út allt, bara í jarðlögum og langt niður í jarðlögin og verbúðir þarna sem eru sjáanlegar. En þetta þarna, sjáu þetta. Þetta einhver öskulög þarna, ekki einhverjum grösum að tóktum. En þetta allt komið með núna í fjöruna og bara að eyðileggjast, bara hægt á sígandi. Þetta dæmi hvalbeina sem liggur bara út allt. Og svona þetta víða í Skagafirðinum, bara svo sorglegt sem það Og þegar ég var hérna fyrir að hlusta og vorum við að tala hérna rof alltaf 100 metrum í manna minni hérna. Ekki rétt hjá mér? Jú, allavega frá 50, 60, 100 metrar svo sterk, það sem mest Bóndi sem tölum með þessu vísið okkur á hérna, hann sagði að tala 100 metra í sinni ungu bóndi, sinni minni. Þetta hvalbein bara út allt, afskaplega áhugaverður staður. Og það sést að sjá svona mikið af stórum beinum hérna í búðum sem að eyðileggjast þarna. Og svo Hraunakrókur í Fljótum, bara aðeins að renna skjöllunum með þetta var verbúð líka, verbúðir. Og þarna bara hrikalegt að litast. Það bara sauðkindi gengur í þetta og nudda sér í þetta og þetta bara allt bara maður veit ekki hvað maður á að kalla þetta, hvað sé hægt að kalla þetta einhverja minjar lengur. En þetta bara að eyðileggjast, bara eins og flest annars ég búin að sýna ykkur hérna. Þetta bara allt á góður leið til bara, það má ekki sé andskotans þetta það. Bara góður leið til andskotans hérna, það fullt af beinum í þessu og með þess að minjagripir. Og þegar rýnt í barið, það var fullt af svona ríkjaliðum og hlutum hérna. Hvað var hérna, heitir eitthvað fornleif sem að fannst þetta, hvað þetta? Beini, það jafnstykki á þessu hérna. Já, ég þori ekki að taka þetta upp, maður svo hlýðinn. Þetta pínlítill gripur. Já. En það eitthvað merki hérna á þessu sko. Þá eitthvað líka það. Já, þetta ábyggilega eitthvað merkilegt. Endur síðan á Siglufnesinu og það einn af þessum stöðum sem eru þarna bara þarna sem að búið að rannsaka og búið að aldursgreina beinin frá því fyrir landnám. Siglufnes svakalega fallegt og þarna eru komin landnám Þormóðs ramma. Hvort að Þormóð ramma nóttin verið þarna, hins vegar áhugavert með þetta örnefnið Þormóður, því það Þormóður í rétt fyrir utan verbúðnar í Önundarfirði og Þormóð líka á Norðurlandi annars staðar og í báðum tilfellum þetta skersteinar. En kíkjum aðeins inn á Siglufnesið og það bara að hverfa, bara þetta nes. Við fórum hérna síðasta sumar í blötu veðri, hittum þetta ref í fjörunni og sauðkindin gengur hérna út allt og ylflingar, hvað segir maður? Ylflingar, ylfrandi og vælandi. En það ekki mikið eftir þessu nesi, þetta lítil mótstæði þessu. Þetta grefst upp og hérna sjáum við síðustu minjar verbúða frá landnámsöld. Já, þetta, hvað kallar maður svona? Fornminjar? Hvað heitir þetta? Hvað kallar þetta? Þetta bara hörmung, ég veit ekki, ég hef ekki orðið yfir þetta, þetta bara svo hrikalegt að horfa upp á þetta. Þetta bara grátlegt alveg bara, og svo eru öskuhaugarnir þarna. Sauðkindi gengur hana laus og sauðkindi leitar sér að skjólst að veður slæm og fer í róðabörðin og þarna fyrir neðan hennar beinahaug sem var rannsakaður, þar var allt meira minna liggjandi bara í jörðinni. Í sauðkindi nudda sig utan í þetta og með þetta í ullinni og stangar í þetta og stækkar þessi róðabörð og þetta bara, þessi öskuhugur meira minna bara að eyðileggjast af vindrofi, sjórofi og sauðkindinni. Og hérna sjáum við meira af þessu. Hvað köllum við svona? Þetta minjastaður? Þetta bara slys? Þetta bara hrikalegt alveg. Þetta var